Teach me the wayward feet to stay and guide them in the homeward way. Teach me thy patience still with thee, in closer, dearer company, in work that keeps faith sweet and strong, in trust that triumphs over all, in hope that sends a shining ray far down the future's broadening way, in peace that only thou canst give, with thee, O Master, let me live. Nearer, still nearer, close to thy heart. Draw me, my Savior, so precious thou art. Fold me, oh, fold me close to thy breast. Shelter me safe in that haven of rest. Shelter me safe in that haven of rest. Nearer, still nearer, nothing I bring, not as an offering to Jesus my King, only my sinful, now contrite heart. Grant me the cleansing thy blood. Heyrist í mér núna? Glæsilegt, gaman að sjá okkur hér í kvöld og hjartanlega velkomin. Þetta sem sagt næst síðasta kvöldið okkar hérna. Síðasta kvöldið verður á föstudaginn. Og við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, ég þakka þér fyrir þetta tækifæri sem við höfum hér til að koma saman og rannsaka þitt orð. Ég bið þig að tala til okkar með þínum heilaga anda í gegnum ræðumanninn. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Please, John Harry, you're welcome to come up here. And já, that's true. Ég nýliði í þessu að vera að kynna hérna. Við ætlum að byrja að syngja. I'm new at this.
núna ætlum við að bjóða hann velkomin. Welcome, Jan. Good evening again and welcome everyone. Gott kvöld og velkomin öll sem vel. It's so good to see you. Gott að sjá okkur all hér. You are the only reason why I'm up and awake Þið eru eina ástæðan fyrir því að ég er hér. because I feel tired. I want to fall asleep Ég er svo þreyttur og ég geti verið sofandi núna. and I'm not alone. Og ég er örugglega ekki einn það. I think I'm afraid of cold now. For some reason, the cold is getting to my bone. Ég held að ég sé bara hrættu við kuldan og kuldin er að ná inn í beinin mín. And this reminds me so much of the time when I used to live in the United Kingdom. Þetta minnir mig á það því ég bjó í Bretlandi. Again, we have been enjoying time with you, sharing the Word of God, Við höfum verið hér saman að lesa saman í orði Guðs and also sharing neuroscience. og ég hef verið að deila með ykkur vísindum úr taugavísindaheiminum And again, we have a very important topic this evening. og í dag erum við með mjög mikilvægan titill. We're going to be looking at neurogenesis, Við ætlum að skoða neurogenesis, ég the veit ekki beginning hvað of neurons, það er sem er svona upphaf generating new neurons, eða sérst fæðing taugafrumna og hvernig það þróast and also the unpardonable sin. og hinn ófyrirgefinlega synd But einnig. before we dive into the Word, Og áður en að við förum á rannsökum ára I know Guðs Sister Vigdis already prayed, og það er, ég er búin að, túlkurinn, það er að segja, ég er búin að þýða but Nei, hérna biðja. I have no confidence in what I know. og ég hef ekki mikið sjálfströst til mín sjálfs. I only have confidence in God. Ég treysti bara á Guð And I want to invite Him to speak to us. og ég vil bjóða Guð að tala til okkar. So let's bow our head for a word of prayer. Þannig að við skulum lúta höfði í bæn. Mighty God and everlasting Father, Drottin Guð á himnum, again, what a privilege to come before you hvílík forréttindi er að koma fram fyrir þig. and to study your Word Að rannsaka orð þitt and the laws that governs the mind, og þetta lögmál sem að stjórnar huganum. laws that you have put in place. Þetta sem þú hefur sett til að gefið okkur. And we thank you and praise you. Við þökkum þér og lofum þig. This evening, as we dive into another topic, Og núna í kvöld þegar við förum að rannsaka nýtt efni, we need your Spirit, O Father, þá þörnust við þíns heilaga anda. because understanding without its application is of no use. Og því að við höfum eitthvað skilning á þess að nýta okkur hann, þá er hann einskisverði. So give us conviction. Vilt þú gefa okkur samfæringu Send us your Spirit. og senda okkur þinn heilaga And anda? do for us that which we cannot do for ourselves. Vilt þú gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert And we sjálf? thank you and praise you. Við þökkum þér og You've við heard lofum our þig. prayers Og þakka þér fyrir að heyra because we ask bænir. it in Jesus. Við byggjum þess í Jésu nafni. Amen. Amen. All right, we're going to look at neurogenesis first, the beginning of neurons. Og nú ætlum við að fara yfir í taugamyndun. And notice what it says here. Hvað stendur hér? Neurogenesis is a process Þetta er ferli by which new neurons are formed in the brain. þegar að nýjar taugafrumur myndast í heilanum. It is crucial at embryo when the brain is developing, Það er afar mikilvægt tímabil þegar þetta er að þróast and this development continues og þessi þróun heldur áfram in certain brain areas á vissum svæðum í heilanum after birth throughout our lifespan. eftir að við fæðumst út allt lífið. So what you see here is a brain of a mouse, Hérna sjáum við heila í mús, human, heila í manni and dolphin, og þarna er heili úr höfrungi and this is the average lifespan of this species. og þetta er líftími þessara tegunda And interestingly, you will see here og hérna sjáum við that neurogenesis, að þessi taugamyndun as we get old, þegar að við erum að eldast goes down. þá minnkar þessi framleiðni. Not only true for lower species, but also in mammals. Þetta er ekki bara við hjá svona óæðri tegundum, heldur líka hjá spendýrum. Notice what this text or this quote says.
hvað stendur hérna í þessu riti hér? The heart of the youth are now like impressible wax, Hjarta unga fólksins eins og vaks sem hægt að móta and you may lead them to admire the Christian character. og það hægt að leiða þetta fólk til þess að dást að lindiseinkun Krist. But in a few years, the wax may become granite. En innan nokkur ára getur þetta vaks orðið að granítstein. This is written from Fundamentals of Christian Education more than 120 years ago. Þetta var skrifað fyrir 120 árum síðan í þessari bók Fundamentals of Christian Education. Now, notice that this is nothing more than plasticity. Og þetta, hérna verið að tala þessa mótun sem að heilin getur, The brain's ability to form new neural connections, þessi hæfileiki heilans til þess að framleiða nýjar taugasellur which can be influenced by the environment, og þetta getur mótast af umhverfinu. is greatest in childhood Þetta fer mest fram í barnæsku and adolescence, og hjá úlingum when the brain is still work in progress. á meðan að heilin ennþá í mótun. And this slows down En svo minnkar þetta and gets harder og verður harðara, as we enter fully adult and aging. það verður erfiðara þegar við verðum fullorðin og líka förum á gamals aldur. However, En God has provided a means Guð búinn að koma með eitthvað to compensate that til þess að vega upp á móti þessu through neurogenesis. í gegnum þetta sem að heitir Because you need to understand the moment you're born, taugamyndun, vegna þess að þegar að þið fæðist there's millions of brain cells are dying. þá eru milljónir taugafrumna að deyja So if millions of brain cells continue to die at a rapid state, og taugurnar eru að deyja mjög hratt, you will not have a brain cell left by the age of 20. þá verður ekki þú verður ekki með neitt heila í rauninni eftir þegar þú verður 20. But God has provided En Guð hann búinn að a way sjálfur to generate new brain cells og hann sér til þess að taugafrumuna geti through fjölgað the sér process of neurogenesis. í gegnum þetta ferli sem heitir taugamyndun. Again, abundant in young, Eins og ég sagði, mjög mikið þegar að fólk ungt, but you can still generate brain cells even in adulthood. en það hægt að framleiða þessar taugafrumur jafnvel þegar maður orðinn gamall. And there are numerous processes, Það alls konar ferli countless processes sem óteljandi that takes place. sem að eiga sér stað And these processes have guiding mechanisms, og þessi ferli eru með einhvers konar signaling mechanisms, leiðbeinandi einhvers konar framleiðni very tightly coordinated. og sem er mjög skipulagt. And missing those time coordination Og ef það dettur út eitthvað af þessu sem er svona skipulagt, has detrimental consequences. hefur neikvæð áhrif á That hann. speaks itself again Og of the þetta, brain and the processes of being designed. og þetta segir líka til það að heilin og taugarnar eru hannaðar af einhverjum. If it is design, Og ef það einhver hönnuður, there is a designer. já, ef hönnun, þá einhver hönnuður. Information just does not occur randomly. Upplýsingar kom ekki bara út af ekki neinu. Someone Einhver has to coordinate þarf those signals, að samina, mechanism, eða þess að guiding mechanism, láta þetta ganga saman. and God has put this law in our brain Og Guð er búinn að setja þetta lögmál í heilan okkar, for the continuation of life. svo að lífi geti haldið áfram. So now, what can factors that can increase neurogenesis, for example? Hvað það sem getur aukið á þessa taugamyndun? One of the major contributor of neurogenesis is physical exercise. Eitt af því sem hjálpar til við þetta er líkamsrækt. You know, it increases the brain-derived neurotrophic factor. Og þetta eigur á þetta þarna BNDF, sem ég veit It ekki hvað er. stimulates serotonin or 5-HT. Og þetta örvar serotonin It stimulates the HPA axis. og líka ítur undir þetta HPA. That's the hypothalamus pituitary adrenal axis. Það er undirstúkan í heilanum. And as you can see, BDNF, this is brain-derived neurotrophic factor. This growth factor Já, þetta sem gerir það verkum að það Bless er vöxtur í gangi, stimulate neurogenesis. örvar þessa taugamyndun.
The serotonin here also stimulate neurogenesis. Serotonin eigur líka taugamyndunina. And there are also other things that inhibit neurogenesis. En það líka hluti sem að koma í veg fyrir taugamyndun. So we're going to look at some of those too. Við skulum líka aðtuga það. So, but anyway, let's first begin with this one, just to demonstrate to you. Skoðum þetta aðeins. Look at this is the control, meaning normal animal. Þetta hópurinn sem borið saman við, samanburðað hópurinn. And those are the cells that are born, the dark dots here, Þarna nýfæddar frumur compared to a runner. og þá borið saman við hlaupara. You see a significant increase in Þið runners. sjáu að þarna hjá hlauparanum aukin framleiðni á frumum. And then this was in 1999. Þetta var gert 1999. The same group, this was published in Nature Neuroscience. Þetta var gefið út í þessu vísindatímariti The same Nature. group then studied specifically. Og svo var sami hópur rannsakaður sérstaklega. They injected what we call green fluorescent protein marker Það var in this mice in the retroviral vector. Það var It's just a carrier, a vehicle. einhverju grænu prótíni sprautað í þessa mús þarna. After injecting it, Og eftir að they put hafa the mice in a running wheel. They Yeah. put the mouse in the running wheel. Eftir að hafa sprautað músina og látið hana inn í þetta hjól. The mouse runs for 30 minutes. Hún hleypur hann í 30 mínútur. The animal is given a break Svo fær hún pásu to rest. til að hvíla sig. And after break, Og svo þegar hún búin að hvíla 5 sig, minutes break, þá fær hún 5 mínútna hlé. the animal is decapitated, Svo tekin hausinn af dýrinu, the brain removed, heilin tekin út and sliced into 15 micron thick slice, Svo hann skorinn í margar sneiðar, heilin. and prepared for immunohistochemistry. This is a process that labels and examines the brain. Já, og svo þetta sett í eitthvað efni sem að getur lesið og skilið hvað að gerast í heilanum. Under the confocal fluorescent microscope, Og þegar verið að skoða þetta í smásjá, those cells light up. þá kvikna ljós á þessum heilasellum. And the green cells here are the newborn cells Og grænu taugafrumurnar þessar nýfæddu that are as a result of running. sem að komu vegna þess að músin var að hlaupa. The red cells at the back are the mature cells. Og rauði Probably see it at the back. Many of them. liturinn gamlu frumurnar. So the question that scientists ask now is this. Þannig að spurningin Good. We already confirmed what we have found. Þannig að vísindamennirnir segja gott, við erum að staðfesta það sem við vorum búin að uppgötva áður. But the question now is this. En spurningin Are they fully functional? það að virka almennilega? So they put an electrode in those cells Þannig að þeir settu rafskaut á þessar frumur, to measure electrophysiological properties. aðtöga hversu mikið rafmagns eðli í þessum frumum. And this is measured because of the generation of action potentials. This is measured by activity of the cell. Og það verið aðtöga hver virkni frumunar And those activity is called action potentials. Já. Okay? So I don't know how to translate that in Icelandic. Mér But- nýður. Neither do. Mér Big- nýður. So, okay, I feel good now. Anyway, so looking at the physiological properties, Þannig að nú skulum við líta á þessar eðlislegu bara hæfileika frumunar. scientists discovered Þá uppgötuðu vísindamenn that indeed these cells, after being born, within 45 minutes, it's fully functional. Þannig að eftir 45 mínútur eftir að hafa myndast í heilanum þá voru það strax farnar að virka. That was a surprise, Þetta kom á óvart. okay? Because it was already fully functional. Það eru strax farnar að virka. You see the response here. Þið sjáuðu hérna virknina. So the question now is, how are they able to function so quick? En spurningin hvernig fóru þær að því að fara að vinna svona fljótt? And so they then measured
the neighboring granule cells, mature granule cells, Og þá voru rannsakar þessar frumur sem voru við hliðina and look at the electrophysiological properties. og verið að finna út hver virkni þeirra er. And they saw that the new generated granule cell physiological profile is an exact match of the mature neighboring cells. Já, þannig að þær urðu bara alveg eins og frumundar sem voru við hliðina. And so they have concluded that the mature neighboring cells recruited the young cells into its function. Já, þannig að þessar gömlu frumur gerðu hina nýju frumundar virkar. So the consequence would be Orsökin for er, us, og afleiðingin er svo þá, if you are stubborn, ef þú er þrjóskur, you become more stubborn. þá verður það ennþá þrjóskari. If you are athletic, you become more athletic. Ef þú ert íþróttamaður, þá verður það ennþá meira íþróttamanni. So now the question is, how do we then recruit this into new cell function, into a new function? En hvernig er þá hægt að gera að þær virki öðruvísi? Okay, so now we'll answer that in a bit. Ég ætla að svara þessu eftir smá. These are the natural ways to increase your neurogenesis. Þetta eru eðlilegu aðferðir við þess að auka þína taugamyndun. Interesting. Right? Mjög áhugavert. Intermittent fasting between meals Fasta á milli máltíða with calorie restriction diet of 20 to 30% less than the average intake. Og með 20-30% minna af kaloríum heldur en þetta venjulega sem er búið upp á. Regular intake of flavonoid compounds found in blueberries and dark chocolate. Og taka reglulega inn þessi flavonoida sem að finnast í bláberjum og dökku súkkulaði. So there is indeed a benefit for eating dark chocolate. Jæja, það er Right. loksins orðið kostur að borða dökkt súkkulaði. Regular intake of omega-3 fatty acids. Taka oft reglulega inn omega-3 fitusýrur Aerobic and cardiovascular exercise. og stunda líkamsrækt sem að lætur hjartað vinna daldið. Notice the habits that inhibit and have negative impact on neurogenesis. Og svo er líka til venjur sem að koma í veg fyrir taugamyndun. Diet rich in saturated fats and sugars. Matur sem er ríkur af fitu og sykri. Ethanol and frequent intake of alcohol. Etanól og það að drekka oft áfengi. Sedentary lifestyle and lack of regular exercise. Og það að vera ekki að stunda líkamsrækt. Deficiency in vitamins A, B, or D. Skortur á A, B eða D-vitaminum. Regular stress, lack of proper sleep, and natural aging process. Það að vanta svefn og vera yfirleitt stressaður og bara það að vera eldast. So think of it this way. Hugsið þetta aðeins þannig. If our brain by default are dying Eva- in millions each day, Ef að heilafrumur eru að deyja milljónir á dag and we have nothing to compensate those, og við erum ekki með neitt til þess að bæta við þær, then of course we will have more adverse effects. þá mun það hafa slæm áhrif á okkur. And that's why following the counsels that we have been given. Þess vegna þurfum við að fylgja þeim ráðleggingum sem And við when you höfum look at fengið. when we look at the writings on counsels on diet, counsels on certain things that we have been given as a church, Það er til bók sem heitir Counsels of Diet, það eru ráðleggingar mataræði sem við höfum fengið it's interesting that many of those counsels sem kirkja. Það er athyglisvert að mikið af þessum ráðleggingum does not only improve longevity, hjálpar ekki bara við langlífi, but it improves the functioning of the mind. heldur hjálpa líka huganum að virka betur. So God wants us Guð vill að við to have a sharp mind, séum með skýran huga, not just longevity. ekki bara að lifa lengi. I mean, imagine living long Ímyndið ykkur að lifa lengi to be sinners. en vera þó miklu syndarar. We become expert in being sinful Þá verðum við sérfræðingar í að vera syndarar. rather than being living long Í staði fyrir að lifa lengi with a mind dedicated to be used by God. og með huga sem er einbyttur að því að þjóna Guði. Whom God can communicate with
Og þannig getur Guð A átt í mind samskiptum við okkur. that can grasp and sense and hear the voice of God. Það er þá hugur sem getur heyrt og fundið fyrir röddu Guðs. And that's the reason why John the Baptist Þess vegna til dæmis var Jóhannes was given skýrari. a special diet. Honum var gefið sérstætt mataræði. Because John the Baptist had a special mission. Að því að Jóhannes skýrari var með sérstakt verkefni. So anyway, this is another one, an adult neurogenesis in the dentite gyrus of the hippocampus. Og hérna sjáum við taugamyndun í undirstúku heilans. Again, hippocampus is a region Þetta er svæði í heilanum. that involves memory, learning, and consolidation. Það sem að hefur með minni og það að læra og festa í minni. And again, it increases neurogenesis here with exercise. Og þarna aftur hjálpar líkamsrækt We call it enriched environment, og gott umhverfi hippocampal dependent learning, og það geta lært and of samkvæmt course, estrogens. undirstúku náminu og svo estrogen efnið. And this hippocampal neurogenesis in adulthood can be decreased by stress, glucocorticoids, aging, opiates, and excitatory amino acids. Og það sem getur dregið úr framleiðinni á minnka taugamyndunina er streita, glúkokortikóid, sem ég veit ekki hvað er, aldur og svo er einhver svona eiturlyf eða verkjalyf og svo aminosýrus. It's interesting because this is the paper again I published in 2013, Ég gaf þessa rannsókn úr 2013 and it was published in the Proceedings of National Academy of Science. og gefið út í þessu tímariti National Academy of Science And the same cells og sömu frumur are increased in number þeim fjölgar by exercise. með því að stunda líkamsrækt. And these cells Og þessar frumur are involved hafa eitthvað með að gera in filtering out unnecessary informations, að irrelevant information. síja út upplýsingar sem að hafa ekkert með hlutin að gera. For example, Til dæmis, you can have a motorbike þið at getur the verið, background. með mótorhjól bak við ykkur You have a party somewhere down, somewhere over here. og veislu einhverstað þarna, Some people playing sports over there, fólk að spila eitthvað fótbolta and þarna somebody singing at the back. og einhver að syngja And I'm þarna talking to you. og svo er ég að tala við þig. Your brain Heilin þinn is able to filter out the information, getur síjað frá allt til þess able to að focus more fá upplýsingarnar og einbytta sér. on who's speaking. Einbytta sér að In the því, midst of all this noise, sem að þessi er að tala við þig because of these cells. innan allan háan út af þessum frumum. It helps attention. Hjálpar okkur að It einbytta okkur filters out all the irrelevant information to you. og síjar allt sem kemur málun ekkert við. And in schizophrenia, Og fólk sem er með in geðklofa autism, og einhverfu in depression, og þunglyndi, these are affected. þá eru þessar hafa orðið fyrir einhverju skada. That's just quite interesting. Það er áhugavert. Again, bless you. These are the challenges of regenerative therapy involving activation of adult neuron stem cells between young and old. The challenges for regenerating. Það sem að getur komið upp á þegar að taugamyndunin er að eiga sér stað, You have a lot of activation, hér er mikið að vera að virka eitthvað and these are normal events in life. og þetta er bara eitthvað sem er alveg eðlilegt sem gerist í lífinu. We all go through stress. Við förum allir gegnum streitu. There's no one who don't have stress. Það er enginn sem hefur In ekki orðið fyrir streitu. It's normal. Það er alveg eðlilegt. But the question is, En spurningin er, how does your brain handle those stress? hvernig höndlar heilin þessa streitu? Again, the BDNF in generating neurons can be influenced by selected dietary intake, Þetta BDNF, sem við veit ekki hvað það getur orðið fyrir áhrifum af mataræði it can be physical exercise, og þjálfun, líkamsþjálfun contextual learning, og það að læra, all of which, by the way,
allt sem að are lifestyle related. tengist lífstíl. So again, when it comes to generating new neurons, Þannig að þegar við erum að framleiða taugar, we have been given counsels. þá hefur við fengið ráðleggingar. Those counsels have been given more than 100 years ago. Þessar ráðleggingar voru gefnar fyrir meira en 100 árum síðan And as a neuroscientist, og ég sem I find it taugavísindamaður fascinating finnst þetta alveg ótrúlegt that we are just beginning to catch up að við erum rétt að ná í skottið á þessum and upplýsingum discover new things og við erum að uppgötva nýja hluti which had been given years ago. sem að var gefið fyrir mörgum árum síðan. Because God's plan Því að áform Guðs have always been hefur alltaf verið that his children að börnin hans have a mind that is like his. séu með huga eins og hans hugi er. A mind that can hear his voice and sense his voice. Huga sem að heyri rödd A hans, mind that understands his word. huga sem skilur orð hans. And when we're given an instruction through his word, Og þegar við fáum leiðbeiningar frá orði hans, we would sense it þá myndum við finna fyrir því and we would be able to follow it. og þannig myndum við geta And live fyllt því eftir sem hann er að segja okkur að gera. So the question we have now is this. Spurningin er þessi. Is there unpardonable sin? Er eitthvað til sem heitir synd sem ekki er hægt að fyrirgefa? A topic that many of us have somehow wondered about. Margir hafa líklegast velt þessu fyrir sér. If there is a sin that God cannot forgive, Er einhver synd til sem Guð getur ekki fyrirgefið? what sin is that? Og hvaða synd er það? More importantly, Og mikilvægna en það, have I committed it? hef ég framið slíka synd. Researchers at a prestigious Eastern university Rannsakendur við háskóla í Austurlöndum did a study with monkeys. gerði rannsókn á öpum A monkey was trained og apinn var þjálfaður to do certain tasks. til að gera eitthvað vist. And then the monkey did that very well Og apinn gerði þetta mjög vel. and was given reward for performing those tasks. Og hann fekk verðlaun fyrir að gera þetta. Then he was given a switch button, Og a what? switch button, Já, like a svo, control. svo fekk hann svona takka sem hann gætt ítt á That all he has to do is press it. og eina sem hann þurfti að gera var að íta takkan And his brain reward system is stimulated. og þá var eins og heilin fengi verðlaun. Day one, Fyrsta dag, he learned that. hann læriði þetta, His brain was rewarded. heilin fekk Day two, þarna he verðlaun, did that. Brain was rewarded. hann gerði þetta annan dag líka It didn't take long og það leiði ekki that he lengur. no longer is important on performing all the other tasks. Það leiði ekki lengur þannig að hann fannst ekkert mikilvægt að vinna allir þessi He found the verkefni. reward in just pressing that button. Hann fannst bara alveg nóg að íta bara takkan. He pressed that button, Hann ítti bara pressed takkan that button og aftur until þar til the monkey died. að apinn bara dó. That's interesting. Þetta er áhugavert. He knocked himself out. Hann lagði mikið á sig By excessively stimulating his brain. með því að virkja heila sinn ómikið. Because all he was interested in Því að það eina sem hann hafði áhuga á is the pleasure sensation var að fá þessa góðu tilfinningu that he found in pressing that switch. sem hann fann fyrir þegar hann ítti á takkan. So the Bible tells us Biblian segir okkur frá því in Matthew chapter 12 verse 31, í Matteusar spjalli 12:31 therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven man, but the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven man. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. So Jesus did a miracle before that. Jésús var nýbúinn að framkvæma kraftaverk, He healed a man, hann læknaði mann and then Pharisees basically says, if we don't do something, they will believe in him. og farisæðarnir sagði, ef við gerum ekki eitthvað, þá mun fólk fara að trúa á hann. We will lose our influence. Og fólk mun hætta að treysta á okkur. Notice what the Bible tells us in verse 24 Og sjáu hvað Biblian segir í versi 24 hérna á sama of the kapla. same chapter.
This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of the demons. Þegar farisegar heyrðu það, sögðu þeir, þessi rekur ekki út illa anda nema með fulltingi Belzebúls höfðingja illra anda. And so they charged Jesus with performing a miracle using the power of Satan. Þannig að þeir ákærðu Jesús fyrir að reka út illan anda með krafti Satans. And in response to that, Og hann Jesus warned them brást við og varaði þá við about committing the unpardonable sin. að fremja ekki hina ófyrirgefilegu synd. And these are the words. Og þetta Therefore I say eru to you, orðin. every sin and blasphemy will forgiven man. But the Þessum, blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven man. og hann segir þá, hver synd og guðlestun verður mönnum fyrirgefan, en guðlest gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Well, if God will forgive sin, Ef Guð fyrirgefur synd, then part of unpardonable sin þannig að hluti af því að þessari ófyrirgefilegu is a synd sin that is not confessed. er þá náttúrulega synd sem hefur ekki verið játuð. So the question is, what is this unpardonable sin? Og hvað er þessi ófyrirgefanlega synd? Well, people have many ideas about this. Margir eru með ýmsar hugmyndir, ólíkar hugmyndir. They ask, is it murder? Er þetta morð? Well, do we know somebody murderer in the Bible? Þekkjum við eitthvað morðingja í Biblíunni Somebody who will be in heaven who was a murderer? sem mun vera á himnum þó? Well, remember Moses? Munið eftir Móse? Moses was a murderer. Móse drap mann, He was a forgiven murderer. en hann hafði fengið fyrirgefningu. He murdered an Egyptian. Hann myrti Egypta. Moses thought he could give God a helping hand. Móse vildi hjálpa Guði. He will stand up and rescue his own people. Hann ætlaði að fara að bjarga sínu eigin fólki. And so when he saw an Egyptian maltreating a fellow, his own people, Og þegar hann sá Egypta fara illa með fólk hans, he leaped into action að þá ákvað hann and að struck that Egyptian. taka til hendinni og sló Egyptan. And he thought that his secret would be safe. Og hann hélt að þetta bara myndi haldast sem leyndamál. Friends, that is one of the biggest mistakes we can make. Þetta eitt af okkar stærstu vandamálum, stærstu mistökum sem við gerum. No sin is ever safe. Það engin synd sem örugg. We're told in the Word of God that our sins will find us out. Það kemur fram í Biblíuna að synd okkar mun ná í skottið á okkur. The truth always comes out. Sannleikurinn kemst alltaf If not in this life, upp. Ef það er ekki í þessu lífi, in the life to come. þá mun það svo sannlega koma upp í lífinu sem kemur. Moses was a murderer, Móses var a morðingi forgiven murderer. og hann hafði fengið fyrirgefningu. What about Paul? Hvað með Pál? What did he do? Hvað gerði hann? Remember, he was persecuting the disciples. Hann var að ofsækja lærisveinana, He was persecuting Christians, hina kristnu. thinking that he was doing the will of God Hann hélt að hann var að gera vilja Guðs. until he had that encounter. Þar til hann hitti On Jesús his way to Damascus, á leiðinni til Damaskus. he was knocked off his horse Hann datt af hesti sínum and he fell down. og féll til jarðar. And there's the voice that came from heaven Og það kom rödd that af himni. spoke to him and says, Saul, Saul, why do you persecute me? Og röddin sagði, Sál, Sál, hvers vegna ofsækið þú mig? And the Bible tells us, who are you? Og Biblían segir að Pál sagði, hver ertu? The Bible says, I am Jesus, whom thou persecute. Ég Jesús sem að þú ofsækir. You see, Paul thought that he was persecuting the saints. Pál hélt að hann væri að ofsækja hina heilugu, But in fact, he was persecuting Jesus. en hann var í raun að ofsækja Jesú. Interesting. Jesus take it very personal Og Jesús, hann tók þessu mjög when persónulega. his children are being mistreated. Þegar verið að fara illa með He börnin sees hans. it not as an attack to his children, he sees it as an attack to himself Hann personally. lítur ekki á það sem er árás á börnin sín, heldur á árás á sig sjálfan. Well, what about lying? Hvað með að ljúga? Is lying the pardonable sin? Er það að ljúga ófyrirgefanleg synd? Let's think about that for a while. Athugum það aðeins. Remember the story of Jacob? Munið þið söguna um Jakob? What did he do? Hvað gerði hann? Did he not lie? Laug hann ekki? Did he not deceive his own father under his own tent? Sveik hann ekki föður sinn í sínu eigin tjaldi? Well, we do know
that he was forgiven. Við vitum að hann We fékk do know fyrirgefningu. that Jacob repented. Við vitum að Jakob yðraðist We do know that he wrestled with God. og hann glímdi við Guð. He wrestled with an angel, Hann glímdi við engil. but it was Jesus himself. Það var Jesús sjálfur. And he was wrestling with that angel. He thought, he only realized that it was a supernatural being Hann uppgötu að þetta var yfirnáttúrulega vera by the strength of that struggle. vegna þess að þessi vera var svo sterk. And when he realized Og þegar hann who it uppgötu was, hver þetta var, he says, I will not let you go until you bless me. þá sagði ég ætla ekki að sleppa það fyrir þú blessa mig. Friends, Kæru vinir, that is a condition of a repentant heart. Svoleiðis gerir sá sem að vill fá fyrirgefningu. When we come before God and we know we have sinned and fallen short of His glory, Þegar við komum fram fyrir Guð og vitum að okkur skortir hans dýr. when we ask for forgiveness, Þegar við byggjum fyrirgefningu. when we give Him our sins, Þegar við gefum when honum we ask Him to cleanse us from all unrighteousness, synd okkar og byggjum honum að hreinsa okkur. our prayers ought to be the same. I will not dare let you go, Lord, until you bless me. Við okkar bænir eru þannig, ætti að vera þannig að við segjum, ég sleppi þér ekki Guð þar til að þú fyrirgefur mér. So murder and lying is not the unpardonable sin. Þannig að það að drepa eða ljúga er ekki hinn ófyrirgefilega synd. We did an evangelistic meeting in person. We did an evangelistic meeting in person. Okay. Yeah, you can translate. We did an evangelistic meeting in person. Já, in prison. Já, já, We já. did an evangelistic meeting in person. Já, við sem sagt vorum með svona trúboðs eins og við erum að gera hér fyrirlestra í fangelsi. And I met these two young men. Og ég hitti 2 unga menn. They're actually rapists and Yeah. they have done heinous crimes. Þetta eru nauðgarar og höfðu gert hræðilega hluti. And I tell you, when they first came to the meeting, Þegar þeir komu á First day. fyrirlestrana hjá mér, they were so hard. I mean, you could see the expression in their face. Solid stone face cold. þeir voru með algjörlega steinandlit. After the fourth day, Eftir 4. daginn, the countenance completely changed. þá breyttist andlitsvipurinn á þeim. They're walking out of the chapel back into the cell Þeir voru að labba út úr kapellinu og inn í fangaklefan, like weeping lambs. grátandi eins og lömb. After day 7, they have given their life fully to Jesus. Eftir að þeir höfðu gefið Jesú sitt líf, After 10 days, eftir 10 daga, they want to be born again. þá vildu þeir fæðast að nýju. Friends, they were miserable. Þeir voru svo óhamingjusamir, Hard, stone cold. algjörlega kaldir eins og steinn. That even getting a smile out of them was a challenge. Það var meira sér erfitt að fá það til að brosa. And this was taken after their baptism on that day. Þessi myndi tekin þegar að þeir voru skýrðir. How you can see the countenance have changed. Þannig að sjáu þið hvernig I wish I andlitin. have a picture before and after. Ég vildi ég væri með mynd svona fyrir og eftirmynd. And this is a common thread that we have seen, especially when we go and do ministry in prison. Og þetta er mjög algengt að þetta gerist þegar við förum að boða Krist í fangelsum. In another prison, Og svo í öðru fangelsi, there was a man whom I met þá hitti ég mann who murdered his wife. sem hafði myrt konuna sína. And he was notorious in prison. Og hann var alveg alræmdur í fangelsinu. This was in 2019, Þetta var 2019 up in northern part of the Philippines. í norður Filipsheim. And so we went to prison on the 5th day, Við fórum í fangelsið á 5. degi and there was a breakout, og það var uppreist. an attempted breakout in prison. Já, það var tilraun til valdaráns í fangelsinu. They locked that down, the Og prison. öllu var læst. And we were told we cannot go in Og okkur var sagt að við kæmistum ekki inn. because the prisoners cannot be let out. Af því að það var ekki hægt að hleypa föngunum heldur út. And so, but I know that this man have been touched by the word of God. En ég vissi að þessi maður hafi verið snortinn af I've orði been Guðs. experiencing it every single day. Ég upplifði þetta á hverju And so degi. the warden gave us a specific instruction.
Þannig að fangavörðurinn gaf okkur sérstakar leiðbeiningar. You can only do this Þú mátt bara gera þetta if you go into their cell, ef þú fer beint inn í klefan, not in the chapel, ekki inn í kapullunni, not in the cafeteria, ekki í kafeteríunni, but in their own cell. heldur beint inn í klefan. And then he looked at me. Og þá horfði hann á mig, Do you want to do that? vilt þú gera það? I looked at my translator Og ég leit á túlkinn minn and I told him, Pastor, og ég sagði, prestur, if you want to go, ef þú vilt fara, then I go. þá fer ég líka. And he looked at me Og hann horfði á mig and he said, let's go. og hann sagði, jú, förum. We went in. Og við fórum inn. I thought it was just like 2-person, 3-person in a cell. Ég held að vera kannski bara 2 eða 3 inn í klefanum. I was shocked. Ég var fyrir There áfalli. were 16 people in that cell. Það voru 16 manns inn í I klefanum. mean, the beds were stacked all the way to the ceiling. Það voru kojur alveg upp í loft And even the ceiling, vertical, so horizontal, had also beds. og það voru meiri segja einhver rúm sem héngu þá ofan úr loftinu. And so they were looking down from their bed Og allir voru að horfa niður á mig úr as we rúmunum. were in the middle Og við vorum hann í miðinni preaching the word of God. og predikuðum orð Guðs. What were they in for? Murder, Akkur voru þeir í fangilsi? Þeir drug trafficking. hefðu drepið, þeir hefðu verið að smygla eiturlyfjum, Again, it was the word of God en það var orð Guðs. that has power to Sem að- change lives. Hefur þetta vald til þess að breyta I have lífi. seen a murderer Ég hef séð morðingja become a forgiven murderer. verða fyrirgefin I morðingja. have seen a rapist Ég hef séð nauðgara forgiven rapist. vera fyrirgefin A drug dealer. og eiturlyfja sala. So, it cannot be that. Þannig að það getur ekki verið Is it súsin. denying Christ? Það að neita Kristi? Well, we also know somebody who denied Christ, Við þekkjum mann sem neitaði Kristi, right? er það ekki? Peter. Pétur. You know the story of Peter. Þið vitið sögunum Pétur. Well, we can conclude, therefore, that denying Christ is not the unpardonable sin. Þannig að þá vitum við það að afneita Kristi er ekki ófyrirgefanleg synd. It's not murder. Það er ekki morð, It's not lying. ekki að ljúga, It's not denying Christ. það er ekki að afneita Kristi. Well, you say maybe adultery. Nú, kannski er það að fremja hórdóm. Well, the Bible also tells us Biblían segir líka the story of a woman, sögu konu right? Caught in the very act of adultery. sem var gripin akkurat í því að selja sjálfa Well, sig. according to the law of Moses, would be stoned. Og samkvæmt lögmæli Móse átti að grýta hana. But yet, again, we see En einu sinni sjáum her við. brought to the feet of Jesus. Og hún kemur hérna fram fyrir fætur Jésu. Her accusers levied all the accusation they could make. Og ákærendur komu með alls konar ákærur á hennar höndum. And at the feet of Jesus, Og þannig hún við fætur Jésu. she did not only find forgiveness, Hún fann ekki bara fyrirgefningu þar, she found comfort hún fann líka huggun. and she found courage. Og hún varð hugrakk. When Jesus told her, Þegar Jésu sagði henni, go and sin no more. farðu og synga ekki framar. This same woman was the first at the tomb of Jesus. Sama kona var svo fyrsta sem kom að gröf Jésu. Even before the disciples came. Langt á undan lærisveinum. The Bible tells us, he that is forgiven much, loveth much. Biblían segir sá sem er mikið fyrirgefið, elskar mikið. So we know, friends, Þannig að við vitum that adultery að, is not the unpardonable sin. að fremja hórdóm er ekki ófyrirgefanleg synd. The Bible tells us in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, Biblían segir í 1. Jóhannesarbréfi ef við játum syndir vorar, he is faithful and just to forgive us and from our sins and cleanse us from all unrighteousness. þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. What is the best way to know for sure that we have not committed unpardonable sin? Hvernig getum við vita með vissu að við höfum ekki syndgað hérna ófyrirgefanlegu synd? Notice what the word of God says here in Philippians chapter 2 verse 13. Og í Filipi bréfinu stendur í öðru kafla á 13. versi,
For it is God who works in you both to will and to do his good pleasure. Því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. You know, if you want to do that which is right, Ef þú vilt gera það sem er rétt, if you want to make things right, ef þú vilt bæta upp fyrir það sem þú hefur gert within rangt your heart, you know that this is what you want to do. og í þínu hjarta finnur að þetta er akkurat það sem þú vilt gera, Even though it doesn't come forth in action yet. jafnvel þó að það kom ekki fram í hegðuninni en þá, But you know that within your heart, en svona innst inn í hjartanu, this is what you want to do. þetta er það sem þú vilt gera, Even though you failed and failed and failed. þó svo að þú bregðist aftur. Friends, there's good indication Þá er þetta góð vísbending, that kæru you have vinir, not committed yet unpardonable sin. að þú ert ekki ennþá búin að framkvæma þessa ófyrirgefulegu synd. God gives us this gift of repentance. Guð gefur okkur þessa gjöf að iðrast. The Bible tells us in Acts chapter 5, verse 31, him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. You see, the unpardonable sin is not a type of sin. Þannig að hinn ófyrirgefulega synd er ekki þannig synd. It's a degree of sin. Þetta er eitthvað svona stig syndar. God is not like us that we hold grudges. Guð er ekki eins og við að hann sé alltaf bitur. You know what we're like? Hann veit hvernig við erum. Someone trespass against us, Það er eitthvað sem að kannski brýtur á okkur, does something wrong against us, gerir eitthvað rangt gegn okkur, and they do it again and again and again. svo er þetta gert aftur. And then finally they come to us Og svo to ask koma for forgiveness. það loksist til og mann svo byggst fyrirgefningar. We forgive them, yes. Já, við fyrirgefum. Then the next time they do the same thing. Svo koma þær aftur og gera það sama við mann. And then they ask for forgiveness. Og svo byrja þið fyrirgefningar aftur. And we say, okay, I forgive you. Og við segjum, já, ég fyrirgef þér. The next time they come and do the same thing. Og svo koma þær aftur og gera það sama. And we say, yes, I forgive you. Og þá segið þið, já, ég fyrirgef þér. Then deep in our hearts and in our minds, En þá djúpt inn í huganum og hjartanu okkur, we hold grudges þá verðum við bitur út í einstaklingin. because of what they have done before. Bara út af því sem að þessi einstaklingur hefur gert. And often in our conversations with them, Og oft hefur við tölum við einstaklingin. the things that they have done in the past will Það- come out. Þetta sem einstaklingur hefur gert í fortíð mun koma upp á yfirborðið. And that tells us we have not really forgotten it. Sem segir okkur að við höfum rauninni It's still ekki, there somewhere. við höfum rauninni ekki fyrirgefið þetta. Because if we have forgiven them, it should not be mentioned ever again. Því að ef við höfum fyrirgefið þá erum við heldur ekki að minnast á þetta. Because that's how God forgives. Þannig fyrirgefur Guð. When he forgives you and me, Þegar hann fyrirgefur okkur and somehow we commit that sin again, og við syndgum and aftur we come to him, og komum til and we hans. say, Lord, please forgive me for this sin. Ó, drottin, viltu fyrirgefa And I have mér? committed it again and again and again and again. Og ég hef gert þetta aftur. Jesus looks at you and me. Jésús horfir á þig og mig. He says, what do you mean, what again? Og Jésús segir, hvað mennur aftur? The Bible says, I will remember that sin no more. Biblían segir, ég mun gleyma syndinni. When he forgives, Þegar hann fyrirgefur, his blood covers it. þá hylur blóð hans syndina. He doesn't dig it out. Hann er ekkert að grafa þetta upp. It is us that digs it out. Það eru við sem erum að grafa þetta upp. It's buried in the abyss of the sea. Það er búið að henda þessu í dýpsta hafbotn. It's only man that throws their fishing rod and tries to fish it out. Það er bara maður sem er að reyna að henda út línu og veiða syndin aftur upp. The Bible tells us in Hebrew chapter 8, verse 12, Við förum í Hebreabréfið 8:12. for I will be merciful to their unrighteousness and their sins, and their lawless deeds I will remember no more. Því að ég mun vera vægur misgjörðir þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Friends, when it comes to sin, God has a short-term memory. Trúið mér að þegar það kemur að syndinni þá er Guð með mjög lélegt skammtímaminni. God does not need neurogenesis to remind him Hann þarf ekki myndun til þess að þið séu of minna our á confessed sins. og að við séum að af öllum þessu játuðu syndum. Everything in the past
Sins of every kind gone if you return to God. Allt það sem maður gerði í fortíðinni fyrirgefið ef við snúum okkur til Guðs. What if I don't feel like I am forgiven, for example? En hvað ef ég finn að mér hefur ekki verið fyrirgefið, eins og ég hafi þá tilfinningunni? Well, we don't have to wait to feel that we are forgiven. Við þurfum ekki að bíða eftir því að við höfum þetta á tilfinningunni. We cannot follow our feelings Við getum ekki elt tilfinningar okkur. because you know your feelings. You cannot trust, right? Þið viti hvernig tilfinningarnar eru, við getum ekki treyst þeim. The Bible tells us, Biblían segir okkur, who can trust a man's heart? hver getur treyst hjarta mannsins? Our heart is deceitful above all things. Who can know it? Hver getur treyst hjarta mannsins? There's only one heart you can trust, Getur bara treyst einu hjarta and it's not your heart. og það er ekki þitt hjarta. You can only trust the heart of God. Þú getur bara treyst hjarta And Guðs. the very heart of God is found in His Word. Og hjarta Guðs er að finna í Biblíunni. I'm glad that unpardonable sin is something Jesus mentions Ég er glaður að Jesús minnist á þessa ófyrirgefanlegu synd. after He says. Eftir hann segir, Notice what it says here, 1 John 3:20. sjáu hvað stendur hér. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and know all things. Hvað sem hjarta vort kann að dæma oss fyrir, því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. And that's why here the Bible tells us again in Matthew chapter 12:31. Og þess vegna segir í Matthíus og Guðspjalli 12:31. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will forgiven man. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlöstun But the verður mönnum fyrirgefin, blasphemy against the Spirit will not be forgiven. en guðlöst gegn andanum verður ekki fyrirgefið. You see, man in Christ, they attribute the work of the Holy Spirit to the devil when they knew it was of God. Já, þarna voru menn að gefa Satan heiðurum fyrir það sem að Sonur Guðs var að gefa þegar þeir vissu að þetta var ekki af djöflinum. And they attribute the work of Jesus to the work of the devil. Og sögðu að það sem að Jesús var að gera öll þessi góðverk, að það kæmi frá djöflinum. By doing that, Með að gera þetta, they attributed the work of the Holy Spirit to the work of the devil. og þannig sögðu þeir að það sem andi Guðs væri að gera væri rauninni af djöflinum. But what is the work of the Holy Spirit? En hvert er starf heilags anda? Okay, let's go to John chapter 16. Förum í Jóhannesar Guðspjall John 16. chapter kapla. 16. Notice what the Word of God says in John chapter 16, Sjáum Jóhannesar Guðspjalli 16:6 Af- til 11. verses 6 to 11. Notice what the Word of God says. Athugum hvað orð Guðs segir. But because I said these things unto you, sorrow hath filled your heart. En hryggð hefur fyllt hjarta yður af því að ég sagði yður þetta. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. En ég segi yður sannleikann, það er yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til ykkar. En ef ég fer, sendi ég hann til ykkar. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. And of sin because they believe not on me. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Of righteousness because I go to my Father and ye see me no more. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáum ekki lengur. Of judgment because the prince of this world is judged. Og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. Here we find that the Holy Spirit brings conviction. Hérna sjáum við að Heilagur Andi kemur með þessa sannfæringu. When we know, we can tell why the sin against the Holy Spirit is so unforgivable. Og þannig sjáum við af hverju það er ekki hægt að fyrirgefa þessa synd gegn Heilagum Anda. Because the Holy Spirit brings conviction. Af því að Heilagur Andi kemur með þessa sannfæringu í hjarta. This is the job of the Holy Spirit. Þetta er starf Heilags Anda. The Holy Spirit shows us right and wrong. Heilagur Andi sýnir okkur hvað er rétt og hvað er rangt. The Holy Spirit shows us and teaches us the way.
Heilagur andi sýnir okkur hver leiðin er. The work of the Holy Spirit is to bring conviction. Verk heilags anda er að koma með sannfæringu í hjartað. You cannot feel sorry for sin Þú getur ekki fundið til iðrunar vegna or syndarinnar. repent Þú getur ekki iðrast without the Holy Spirit. án heilags anda. I remember, again, Ég man til dæmis, when I was at university, þegar ég var í háskólanum, I was doing all these things. þá var ég að gera allt þetta. And I was not going to church at the time. Ég var ekkert að fara í kirkju á But þessu tíma. somehow in the back of my head, Samt var þarna eitthvað aftast í heilanum með mér. there was something wrong with Það var what I was doing. eitthvað að segja að þetta er ekki rétt. I was not comfortable with it. Mér leiði ekki vel með þetta. The voice of my grandmother Rödd ömmu, was constantly there. Var When að- the voice when she was alive. röddin var alltaf þarna þegar hún var á Those lífi. words that she uttered, you can forget us, but never forget God. Röddin sem að hún sagði, þú getur glemt okkur en aldrei gleyma Guði. I remember when I was with my rugby team, rugby housemates. Og ég man þegar ég var með félugum mínum í rugby-liðinu, I would roll those cannabis before, þá var ég að rúlla and I kannabis-sígarettur would give it to them to smoke, og svo gaf ég þeim til að reykja. and something was just wrong. Og það var eitthvað að hjá mér, fannst mér. And I would go home with this heavy heart. Og ég fór heim með þungt hjarta. And after a while, after weeks of that, Og eftir nokkra vikur I didn't feel those guilt any longer. fann ég ekki fyrir lengur að þessari sektarkennd. And I have settled into that state, Og ég var bara búin að venjast þessu. into a point Þar that til it ég, was not just giving to them, I had to try it myself. með þess að það, ég var ekki bara að gefa þeim þessa sígarettur, heldur varð ég líka að prófa þetta. Again, Og aftur, we cannot entertain temptation and enemy before us. við getum ekki verið að leika okkur svona að syndinni. If we know that it is wrong, Ef við vitum þetta er ránt, then we walk away. þá eigum við að gangi burtu frá því. We ask God to help us. Og við eigum að biðja Guð að hjálpa okkur. The more you stay, Því lengur sem að þú ert the við more you þetta, will find yourself in the midst of it. því lengur sem að þú ert að stunda þessa iðju, því mun erfiðar er að komast út úr því. Notice what it says here. When So- a person is convicted of sin, what is the next step? Sjáu þið, þegar að einstaklingurinn finnur fyrir að hann er syndari, hvað er þá næsta skref? You see, it took a while for me. Þetta tók mig tíma, Years have passed tók mig mörg ár. until Þar til I realized ég uppgötaði that that was purely evil. að þetta var hrein ílska And that's when I repented. og þess vegna yðraðist ég. See, the Bible tells us, repent therefore and be converted. Og Biblían segir í Póstalasunni 3:19 að við að gjöri því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. That your sins may not be blotted out. Að syndir yðar verði afmáðar. The Bible tells us Biblían segir, that the Holy Spirit in John 16:13 guides into the truth. og þar stendur í Jóhannesar 16:13 Not just into truth, but all truth. að andinn leiðir í allan sannleikann. So when a person Þannig að is guided into the truth, þegar einstaklingur er leiddur til there sannleikans, is conviction. þá á sér stað sannfæring. What is the next step? Hvert er þá næsta skref? The Bible tells us in John chapter 12 verse 35, Biblían segir í Jóhannesar walk Guðspjalli while you have the light, lest darkness overtake you. 12:35 stendur, gangið meðan þér hafi ljós og að myrkri hremmi yður ekki. Walk therefore in the light, Gangið því í ljósinu. because if you don't, Því að þú gerir það ekki, darkness will overtake you. þá mun myrkri hremma þig. Friends, it is dangerous to ignore the light. Það er mjög hættulegt að horfa ekki til ljósins. Because if we ignore the light, Ef við látum eins og það sé ekki þarna, we begin to settle in darkness. þá verðum við bara í myrkri. You ever tried that Hafið þið reynt þetta einhvern tímann? at home? You turn the lights off, Þið slökkvað öll ljós and all of a sudden, everything is pitch dark if it's nighttime og and allt, winter here.
Allt in er Iceland. myrkur, sérstaklega vetur og kvöld hér á Íslandi. Everything is dark. Allt er myrkur. Wait a minute, Býðið smá tíma, you begin to see things. þá byrjið allt í einu að And sjá you begin to walk safely in þið- darkness. og þið gangið örgla í myrkrinu. Friends, it is dangerous Þetta er hættulegt to ignore the light að flýja frá ljósinu eða taka because ekki, darkness will overtake you, the Bible tells us. taka ekki marka á því. Því Look að what Luke 6 says, hvað segir Lúkas og Guðspjöld verse 46. 6:46? But why do you call me Lord, Lord, and not do that which I say? En hví kallið þið mig herra, herra og gjöruð ekki það sem ég segi? Lord, you're my Lord, but I won't keep your Sabbath. Þú ert herra minn en ég ætla ekki að halda kvildardaginn þinn. I will continue to do that which I want, Ég ætla að gera það sem ég sýnist, that satisfies the flesh. sem að bara kemur á móts við mínar líkamlegu þarfir. Friends, how can we tell if we have the Holy Spirit? Drottinn, kæru vinir, hvernig vitum við að við höfum heilagan anda? Notice what the Bible says. Hvað segir Biblían við það? And we are his witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. The Bible tells us the Holy Spirit are given to those who obey. Já, Biblían segir að heilagur andi gefinn þeim sem hlýða. Jumping and shouting is not the way. Ef við ætlum að hoppa og hrópa, það ekki leiðin. It's not about how much we love Jesus. Það snýst ekki hvað mikið við elskum Jésu. Because the Bible says, if you love me, Því Biblían segir ef þið elskið mig, keep his commandments. þá haldið þið boðan mín. If you love someone, Ef þú elskar eitthvað, that love for someone does the work in you. þessi kærleikur sem þú hefur til einstaklingsins gerir allt það sem þú hefur hið innra. That is the reason why a young man Þess vegna fer who ungu maður has fallen in love with a young woman sem orðin ástfangin og ungri konu, will climb the highest mountain, klífur hátt fjall swim the deepest ocean. og syndir yfir haf. It's not because he is a Iron Man. Það ekki að því að hann í Iron Man, It is because his love compels him. heldur út af því að ástin drífur hann áfram. The young man does not know how to cook, but all of a sudden he is the master chef. Ungi maðurinn kann ekki elda, en nú kann hann allt í hennu elda. How? Hvernig fer hann að þessu? Because it's the love. Þetta ástin. You have no idea Þið hafið enga hugmynd what we can do það sem við getum gert. when we love somebody Þegar við elskum eitthvað and what we love what we do for that person. og þegar við elskum að gera það fyrir þann einstakling. Nothing is ever too much. Það ekki neitt sem of mikið. I was in Australia Ég var í Ástralíu in July. í júlí I stayed at this wonderful people. og ég In their home. var hjá fólki sem var alveg dásamlegt. And this woman, this woman is just incredible. Þessi kona alveg ótrúleg. I mean, she wakes up every 5 o'clock in the morning. Hún vaknar alltaf klukkan 5 á mótnana And she would just cook as if there's a feast every single day. og hún bara gerði ekkert annað en að elda og það var bara veisla alla And I dag. asked her, don't you ever get tired? Og ég spurði hana, verður aldrei þreytt? And just what she looks at me Og hún bara and horfði á says, mig. how can you get tired in something that you love doing for God? Hvernig getur verið þreytt á því að gera eitthvað sem þú elskar að gera fyrir Guð? Wednesday Á miðvikudögum, comes, she's already starting to prepare the things that she will cook for potluck. þá hún For farin Sabbath. að undirbúa það sem hún ætla að elda fyrir That's hvíldardag. Wednesday. Það er bara á miðvikudeginum. And they would feed 150 people every Sabbath in church. Og í kirkju þá komu 150 manns að borða. She and her husband would drive a van, Og þau kerðu trukk, right? A car and a van, bæði bíl, driving one vehicle each, og þau kerðu þess 2 bíla full of food fulla af mat for the church. fyrir kirkjuna. Why? Af hverju? Because they love God Af því þau elskuðu Guð and they never get tired. og verða aldrei þreytt. Amazing Ótrúlegt. what people can do Það sem fólk getur gert because they love God. vegna þess að þau elska Guð. But who enables that? En hver hjálpar þeim að gera þetta? Not by might, nor by power. Ekki með krafti eða valdi. That is the work of the Holy Spirit. Þetta verk heilags anda. Friends, the Bible tells us in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Í Galatabrifi
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Já, en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska og hógvar og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. See, the problem we have today Vandamálið í dag is people would rather put feeling over faith. að fólk frekar setja tilfinningarnar í stað fyrir trúna. They would put feeling over obedience. Tilfinningar fram yfir hlýðni. When does the Bible say the feeling comes? Hvenær segir Biblían að tilfinningin kemur? Notice what the Word of God says. Hvað stendur þarna í orði Guðs? Isaiah 48:18. Jesaja 48:18. Oh, that you have heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness as the waves of the sea. Æ, að þú vildi gefa gaum að boðorðum mínum, þá myndi heill þín verða sem fljót og réttlætið þitt sem bylgjur sjávarins. You see, friends, when the Holy Spirit leaves, Sjáuði til, kæru vinir, þegar að heilagur andi að leiða. you won't feel sorry for sin. When it leaves or leads. Leaves. Já, þegar að heilagur andi fer í burtu, þá munið ekki You finna fyrir, can't feel sorry for sin. þá munið ekki finna fyrir iðrun ef þið syndgið. Emotion takes the place of deep heartfelt sorrow Og þá kemur tilfinning í staðin fyrir djúpa iðrun. for the sin. Þessa djúpu And sorga, this is exactly what happened to Judas. þessa sorg sem að kemur í staðin fyrir iðrun, vegna þess að við syndguðum. In that upper room, Þarna í loftsalnum hjá, better known to us as the Last Supper, sem að þekkt sem síðasta kvöldmáltíðin, they were going to dine together. þá voru þarna allir lærisveinar að fara að borða. Customary to their culture. Their culture dictates Samkvæmt þeirra menningu, that when in such place, someone who is a servant þar einhver sem að yfirleitt að þjóna. would come and wash Þá sérst venja að það kem einhver þjóð til að þvó the feet of the guest. fætur gestana. And so there was no servant around. Þarna var engin þjóð til að þvó fæturna. And Jesus waited Og Jesús beið, for his disciples were there. og þarna voru lærisveinar hans, And no one enginn would serve vildi þjóna. one another. And so Jesus girded himself. Þannig að Jesús, hann girti sig He washed one by one og þvoði hverjum einum fæturna. and then came to Judas, Kom svo til Júdasar, washed Judas' feet, þvoði hans fætur. lingered at the feet of Judas, lingered at his feet, Já, hann var the þarna longest, lengst að þvoa hans fætur. in pleading with him. Og hann bað hann innilega, Give me your sin. gefðu mér synd þína, Don't do it. ekki gera þetta. Don't do it. Ekki- What you're going to do, don't do it. Það sem þú hefur í hyggju að gera, ekki gera það. Well, you know what happened, right? Þið veitir hvað gerðist. The night continued, Kvöldið hélt áfram and then Jesus tells them that he's going to be betrayed. og Jesús segir að hann muni vera svikinn. And the disciples said, betrayed? And Oh. Jesus says, yes, by somebody whom he knows. Og lærisveinarnir, svikinn? Já, af einhverju sem að ég þekki. And then they begin to ask, is it I, Lord? Is it I? Það ég? Is it me? Það ég? Sögðu þeir. And then those ones, well, whoever this thing's going to go, it'll be him. And finally, gets to Judas. Og svo kemur hann til Júdasar Is it I, Lord? og hann segir, það ég? Well, thou says it. Þú segir það, And finally, svaraði hann. Jesus uttered to Judas, Og svo segir Jesús við Júdas, what thou doest, það sem þú ætlar að gera, do quickly. gerðu það fljótt. And to us, that's a provocation. Og It sounds like a provocation. fyrir okkur þetta eins og hann sé að íta honum út í þetta. But what Jesus is telling Judas is this. En það sem að Jesús að segja Judas, Júdasi, don't settle into darkness because darkness will overtake you.
Hann var að reyna að segja við Júdas ekki fara inn í myrkrið vegna þess að myrkrið mun sigra þig. Don't entertain that thought. Ekki vera einu svona að hugsa út í. Make a decision right here, right now. Taktu ákvörðun núna. The Bible says Og Biblían segir he departed að hann the upper room. yfirgaf svæðið. You know the rest of the story, right? Þið viti hvernig þetta endaði. He betrayed Jesus, Hann sveik Jesú. and it didn't turn out the way he thought it would. Það varð ekki eins og hann hélt að yrði. Now Jesus is going to be crucified. Nú á að fara að krossfesta He Jesú. couldn't take the guilt any longer. Hann gat ekki einhvern veginn afborið sektina. After going back to the high priest, Og svo þegar þau voru að fara til æðstaprestsins trying to undo what he has done, til þess að taka þetta tilbaka sem hann hafi gert. they said, "What's it to us?" Og þeir bara, þetta kemur okkur ekki við. The Bible tells us Og Biblían segir the coin was thrown on the ground. að hann kastaði silfurpeningunum inn He í left. mustrið. The temple, And the courts of the high priest, Hann yfirgaf helgidóminn and he hanged himself. og hann hengdi sig. That was emotion taking place Þarna var tilfinning sem að bar hann ofurliði. of deep, heartfelt sorrow for sin. Þarna fann hann fyrir mikillir sorg fyrir syndina sem hann framdi. But he was not sorry for what he had done. Hann var ekki, hann sá ekki endilega eftir því það He sem hann was gerði. sorry for the consequences. Hann var sorgmæntur yfir því hvað myndi koma fyrir hann. Had it gone his way, Hefði þetta allt farið eins og hann var búin að áætla, he would probably say, "I told you guys." þá hefði hann sagt, sko ég sagði ykkur, Unlike Peter, en ólíkt Pétri. he had a deep sorrow En Pétur hann fann fyrir mikillir sorg, for djúpri sorg, denying his Lord. fyrir að hafa afneitað Jesú. And he repented. Og hann yðraðist. The Bible tells us, Biblían segir okkur, before that, let's look at this. This is an alarm clock, right? þarna sjáu þið vekjaraklukku. How many of you have a snooze button in your alarm clock? Eru þið með svona snúsara til þess að láta hringja aftur og aftur? And how many of us hits that snooze button? Hversu mörg ykkar notið þannig að taka? You know what happens when you hit the snooze button, right? Vitið þið hvað gerist þá? Again, later on it'll ring again, and ring again, and ring again. Og svo hringir þetta bara aftur og aftur og aftur. Friends, there are two ways Það tvennt that we can move towards that direction. sem við, tvær leiðir sem getum farið. The Bible says here first in Acts 7 verse 51. Förum í Póstalisuna 7:51. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Þér harsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum, þér standið ávallt gegn heilugum anda, þér eins og feður yðar. They were resisting the Holy Spirit and His Word. Þeir voru að berjast gegn heilugum anda og hans orði. They didn't want to give up their beliefs because of their pride and power. Vildi ekki gefa upp það sem þeir trúðu vegna þess að þeir voru stoltir og valdagráðir. Resisting to do right is one way you can move forwards in the direction of the unpardonable sin. Og þegar maður er að standa gegn því sem við vitum að er heilugur andi að segja okkur að gera, þá eru að færast nær því að framkvæma hina ófyrirgefnilegu synd. That means resisting or omission to do right. Eða að halda okkur frá því að gera það sem að réttir. It's one way you move in that direction Og of þá er the maður unpardonable sin. að færast í þessu átt að framkvæma hina ófyrirgefnilegu synd. Let's look at now Ephesians chapter 4 verse 30. Förum í Efesusbréf 4:30. Okay? It says here, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiklaðir með til endurlausna dagsins. So now it's doing wrong. Og hér er verið að tala að gera það sem að rangt er. One you can resist, Það er annarkvort hægt að bara vinna gegn því eða and refusing, og neita, and the other one is doing wrong. og svo er líka bara það að gera rangt. This is what happened.
Þetta er það sem gerðist. The people before the flood. Og fólki sem að bjó á tímum Nóa fyrir You know the flóðið, story of Noah. þið þekki söguna, You know, in the beginning, í upphafi when Noah preached this, that there's going to be a flood. þá predikaði Nói It's að going to rain. það væri að fara að koma flóð og það væri að koma rigning. Everyone thought that this man was crazy, Allir hugsuðu, hann er brjálaður sem það er. right? Það ekki. 120 years this guy Og built this ark. þarna tók hann 120 ári að byggja þessa örk. 120 years. 120 ár. He never got tired. Og hann var aldrei þreyttur And að the því. Bible tells us Noah found grace. Biblían segir að Nói fann náð. It was the grace of God that enabled Noah Það var náð Guð sem hjálpaði honum to continue to build that ark for 120 years. að halda áfram að byggja örkina í 120 ár. To continue even in the midst of ridicule. Halda áfram þó svo að það veri verið að hæðast á honum. The Bible tells us Og what happened, Biblían right? segir hvað gerðist. The animals walked into the ark. Dýrin gengu inn í örkina No one guiding them. og var At least no one visible. engin sjáanlegur sem var að leiða dýrin. Birds Fuglar entered. komu inn í örkina. And the people were still wondering. Og fólk hugsaði, I'm sure that someone said, could it be true? gæti þetta verið satt sem hann var að segja? Could it be? Gata verið? But you find again later on, no one was in the ark apart from Noah and his children and their En wives. svo uppgötu And his við wife. að það fór enginn inn í örkina nema Nói og hans fjölskylda. They resisted. Þeir börðust gegn þessu. And not only they resisted, they didn't do that which was right. Þau gerðu heldur ekki það sem að rétt var. And friends, one day this will happen again. Þetta, kæru vinni, mun eiga sér stað aftur. A whole generation will commit the unpardonable sin. Heil kynnslóð mun fremja hérna ófyrirgefnlegu synd. The Bible says in 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, the coming of lawlessness, one Antichrist, is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying and wonders. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. The Bible tells us, with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Og með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann svo þeir mættu verða hólpnir. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. That they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Friends, you can see Sjáðu vinir, this very, very Bible text is slowly being repeated again. við sjáum að þessi biblíuteksti það er verið að endurtaka hann aftur og aftur. And it's happening in our very eyes. Það er að gerast fyrir framan augun á okkur. God calls us Guð kallar okkur not to resist, ekki að forðast not heilagan to anda, quench ekki kæfa heilagan anda, the working of the Holy Spirit. starf heilags anda. What is the unpardonable sin? Og hver er þá hinn ófyrirgefilega synd? The Bible says that the sin against the Holy Spirit is persistently rejecting heaven's invitation to repent. Þannig að syndga gegn heilum anda er það að stöðugt að hafna boði heiminsins iðrun. The sin God never forgives is the sin that is never recognized. Syndin sem Not recognized. Já, syndin sem að Guð Not fyrirgefur, acknowledged. syndin sem Guð fyrirgefur ekki er syndin sem að viðurkennur ekki. Never abhorred, Og never repented, or never forsaken. hættir aldrei að gera og iðrast aldrei af. It may be one thing with you and another thing with another. Það getur einn einstaklingur verið með eitthvað sérstakt og annar eitthvað annað. The greatest gift the Lord could ever receive from you is you. Besta gjöfin sem að Guð getur fengið frá þér, það ert þú sjálfur. This is General Zachary Taylor.
Og þarna kemur mynd af manni sem er herforingi sem heitir He Zachary fought Taylor the American-Mexican War og hann barðist í þessu stríði milli Mexiko og Bandaríkjanna in the Battle of Buena Vista. í baráttunni Buena Vista svæðið. He fought against an army led by General Santa Anna. Og hann barðist gegn her sem var leiddur af herforingjunum Santa Anna. They were outnumbered 3-1. Það voru 3 á móti 1 í fjölda. But General Taylor managed to outmaneuver his adversary. En þessi Zachary Taylor náði að blekkja óvinnin And win a decisive victory og vann at the Battle of Buena Vista. mjög mikilvægan sigur He became a national hero. og var fyrir vikið þjóðhetja. After he retired, Og eftir að hann lagðist í helgan he stein, went back home. fór hann heim All kinds of people wrote him congratulatory letters. og mikið af fólki skrifaði til hans og óskaði til hamingju. In the beginning, he appreciated the correspondence and the interaction. Í upphafi þá var hann þakklátur fyrir þessi bréf, But it became more than he could handle. en þetta var of mikið og hann gæti ekki höndla svona mikið. Some of the letters even had insufficient stamp. Og sum voru ekki með nógu góðan stimpil, So the letters started piling up at the post office. þannig að bréf þau byrjuðu að hrúast upp á hjá póstinum. So the general decided to decline any more mail. Þannig að hershöfðinginn afþakkaði allan póst eftir þetta. And so the postmaster had all those sent back to the dead letter office in Washington. Þannig að þá sendi pósturinn öll þessi bréf tilbaka til aðalpóstsins í Washington. And that would have been the end of the story Og and the þarna, end of Taylor's career. þarna hefði þessi saga endað But there was a visit from an old friend. en það var einn vinur sem kom og heimsótti. And this man offhandedly asked him if Oh. he'd received a very important letter from Philadelphia. Og hann spurði hvort hann hefði fengið mjög mikilvægt bréf frá Fíladelfíu. The general hadn't received a lot of mail, Hann hefði fengið svo mikið Lately. af bréfum but his friend persuaded Taylor to contact the dead letters office to try to get it back. en vinur hann sagði honum að hann yrði að tala við skrifstofuna þar sem að öll þessi týndu bréf lentu í. So he did. Þannig að hann gerði það. That's how General Zachary Taylor finally received an invitation to a certain political convention in Philadelphia. Og þannig fekk þessi herforingi boð til þess að koma á einhverja ráðstefnu í Fíladelfíu, Where he was nominated to be the presidential candidate. þar sem að hann var útnefndur til þess að gefa sig fram í forsetaframboð. Taylor became the 12th president of the United States of America, Og hann var svo 12. Bandaríkjaforseti. but he almost missed the call. En hann var næstu búinn að missa af þessu boði. See, the most amazing invitation are given Og það verið að bjóða núna í mikilvægasta boð by God af Guði. to invite us Hann býður okkur together with him for eternity. til að vera með honum alla eilífð. The question is it possible to miss it? Hægt að missa af þessu boði? Salvation can be neglected. Það hægt að hvernig sem hann neglect, bara, Disregarded, já, ignored. bara hundsa frelsunina. Night after night, Hvert kvöld, God has been speaking to you og nú er through Guð these búinn að meetings. tala til ykkar kvöld eftir kvöld. To take a step of faith, Taka þetta skref trúar to accept him as your personal Lord and Savior. og taka við honum sem persónulegum frelsara ykkar. Maybe you have been invited before, Kannski hefur ykkur verið boðið áður að koma and somehow that invitation has been quiet down in your heart. og kannski hefur þetta boð verið þaggað niður í hjarta þínu. But then this evangelistic meeting came, En svo komu þessi fyrirlestrar röð and that has been rekindled. og þarna kemur aftur þessi áhugi upp í brjósti þínu And God has been speaking to you, og Guð hefur verið að tala til þín, inviting you. bjóða þér. Give me your life, Gefðu mér líf þitt, every fiber of it. hverju og einasta frumu. Give me all.
Gef mér allt sem þú átt. What is your response tonight? Og hvernig svarar þú því kalli? This evening, Núna í I'm kvöld going to ask ætla ég að spyrja spurningar. Elder Hoy and the team to Club. give you our last decision for Christ card. Þá ætla ég að biðja dyraverðin okkar að dreifa út þessum miðum. Again, this card will give us the opportunity Þetta blað mun gefa okkur tækifæri to respond to Jesus. til að svara kalli Jesú. And your invitation Og þetta boð and this invitation will be not only be presented to him, mun ekki bara vera lagt fyrir hann, but we will also use it við munum líka nota to þetta, see how we can help you in that journey. svo við getum séð hvernig við getum hjálpað þér á þessari The vegferð. decision card are two-sided. Það eru tvær hliðar á þessu blaði There's a decision for Christ in English, og það þarna á ensku and on the other side, it's the Icelandic version. og hinum megin á íslensku. If you desire to accept Christ as your personal Savior, Ef að þú ákveður að taka við Jesú sem þínum persónulega frelsara, I plead with you that you take that option, og that category. þá mælist ég til þess að þú merkir þar við. 2, I would like to be baptized as Jesus was. Númer 2, mér langar að skýrast eins og Jesús skýrðist. I want to give my life to him fully. Ég vil gefast honum alveg að fullu og öllu. If that is you, Og það þú, and you want to be baptized or be prepared for baptism, take that one. og ef þið viljið fá undirbúning fyrir skýrð, þá merkið þar við. 3rd, 3, I desire to be rebaptized. og ég vil endurskýrast. Maybe you have walked away from God. Kannski hefur þú gengið frá Guði Your connection with him has been cut off. og kannski tengsl þín við þig búið að skera á þessu tengsl And you want to come back fully og þú vilt koma aftur fully tilbaka, reconciled to him. búin að yðrast og sættast við hann. And that is you, and you repented. Og þegar við yðrumst, Then you can take that category. þá skulið merkja við það. 4, Númer 4, I need prayer. ég þarnast bænar. If that is you, Ef að þú þarnast bænar, you can just take that as well. skaltu merkja þar við. Please do not forget to write your name, Ekki gleyma að skrifa nafnið þitt á your blaði, address, and contact details. heimilisvang og annað. And when you are done with that, Og þegar þú ert búin að þessu, our assistants here þá munu aðstofamennir will okkar collect them. koma og safna þeim saman. And they will bring it to the front, Þeir munu koma með þetta alveg á fremsta bekk and we will commit it to the Lord. og við munum gefa Guði þetta. This is your decision for Christ. Þetta þín ákvörðun að fylgja Jesú. And we long to help you Við in that þráum process. að hjálpa þér í þessu ferli. Thank you. I invite you just to stand with me, Við skulum standa á fætur and we will close this segment of our evening in prayer. og við skulum ljúka þessu með bæn. Mighty God and everlasting Father, Kæri Faðir á himnum, again, we want to thank you and praise you. við viljum þakka þér aftur og lofa þig. Thank you, oh Father, that though we are tired, all tired this evening, Þakka þér Faðir að þó svo við séum þreytt í kvöld, your Spirit was clearly present. þá mun andi þinn gefa okkur styrk. Your Spirit speaks to our heart Andi þinn talar til hjartna okkar and has spoken to our heart. og hefur talað til okkar. Father, thank you for the decisions Þakka þér fyrir þessar ákvarðanir that your children made for you and your kingdom tonight. og þessar ákvarðanir sem voru teknar fyrir þig og þitt konungsríki. Lord, they have printed it on this paper, Það er búið að skrifa þetta hér á þessu blöð. but may it be printed in the book of heaven, never to be removed. Megi það vera að skrifa líka í bókheimnana, þannig að það Thank megi you. aldrei afmást. Þakka þér For bringing them here. fyrir að koma hinga með
alla. Please bless them and keep them close to you. Ég byggjum að blessa alla hér And og bring them back here tomorrow, leiða þá on aftur hingað Friday. á föstudaginn. where we can meet for the last evening Þá munum við hittast síðasta kvöldið to okkar hear your word. til að heyra orð þitt. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Þá bara þakka ég kærlega fyrir í kvöld og hlakka til að sjá ykkur á föstudaginn klukkan 7. Það verður skýrn á Hliðallaskóla morgun klukkan 4. Þið eru öll velkomin að koma ef þið viljið vera viðstödd.